Svo ef við skoðum þau forrit innan gæsalappa sem eru inn í Google Apps, þá náttúrulega númer 1 tölvupósturinn, sem er mest notaða póstþjónusta í heimi með yfir 500 milljón notendur. Og þetta mjög svo, náttúrulega þetta bara á netinu og mörg ykkar hafa náttúrulega notað Gmail, að minnsta kosti séð. Og þetta mjög svo spjaldtöluvænt líka. Það mjög góð upp og líka hægt að tengja þau svona stöðluðu upp eins og í iPhone, að það mjög auðvelt að tengja Gmail tölvupóst við póstforrit eða póstapp iPad eða iPhone. Þetta bara, og það eru líka frábær upp fyrir. Og þetta það hægt að setja inn fleiri netföng eins og í fjölmörgum öðrum póstþjónustum. Ég get gert það bara sjálfur sem notandi. Látið á sækja @Símnet tölvupóstinn minn líka. Svo þetta með innbyggðu spjallkerfi eins og svona svipa á gamla MSN. En þeir eru reyndar að færa sig yfir í þetta Hangout-kerfi. Og svo náttúrulega gagnaplássið ótakmarkað. Drive, þetta í rauninni svona mappa. Nú ætla ég að prófa þennan fína bendil hérna. Sem sagt, á þessari mynd, þetta sem sagt, eins og þetta lítur út á netinu. En svo get ég líka verið með bara forrit í tölvunni eins og bara fyrir Dropbox. Þá ég bara með möppu sem heitir Drive og ef ég set eitthvað inn á hana, þá það hérna inni líka. Alveg eins og Dropbox virkar. Og þannig að ég get notað til dæmis Google Drive bara alveg eins og Dropbox, nema í staðinn fyrir að vera með 7 GB gagnapláss, þá ég með ótakmarkað. Flott fyrir að geyma myndirnar sínar eða afrita skjöl. Ég hef það minnst alltaf aðgang að þeim. Svo þetta, þegar ég dreg skjöl inn á þetta svæði, þá get ég ákveðið hvort ég vilji að þau breytist sjálfkrafa í Google Docs skjöl eða bara Word skjöl. Ef þau eru Word skjöl, þá hef ég forskoðunaraðgang. Ég get alltaf smellt og skoðað og prentað, en ég þarf að breyta þeim yfir í Google Docs skjöl, sem bara einn hnappur. Og þá geta margir farið að vinna í því skjali. Svo, ritvinnslan sem rosalega mikið notuð orðið hérna í Hrafnagilsskóla, sérstaklega með hjá nemendum. Þetta getur alveg leyst Word af hólmi að langmestu leyti. Og ég þreytist aldrei á að horfa á nemendur vinna saman í Google Docs þegar þetta alltaf fleygiferð. Og maður kannski horfið bara á skjáinn hjá sjálfum sér og svo þá nemendur sem að vinna í sama skjali og þetta bara gerist eitthvað. Það bara alltaf fullu. Og svona minnstakosti fram að þessu, þá sýnist mér finnst krakkar hafa gaman að því að vinna saman. Og þegar þau komast upp á lag og sjá hvað þetta virkar vel og gengur vel, þá þetta bara, þá þetta alveg magnað. Þetta skemmtilegt. Það eru nokkra spurningar að koma hérna inn. Mér langaði bara til þess að fá eitt aðeins á hreint í varðandi Google Drive, að þú sagðir ótakmarkað geymslupláss. Það fyrir kennara sem eru skráðir inn í Google Apps for Education. Það fyrir alla sem eru skráðir. Og það eru allir nemendur með... en sem sagt fyrir Google Apps for Education en ekki fyrir venjulega Google. Þar eru takmörk. Nei, það eru takmörk. Það fyrir Gmail aðgang sem náttúrulega alveg eins, nema þá það ekki krummi.is eins og hjá okkur. Þá það takmörk. En hjá okkur það engin takmörk á gagnaplássi í sem sagt Hrafnagilsskóla. Google Apps for Education, bara yfir höfuð. Ágúst spyr hérna track changes.
Mark changes, já, ég var eiginlega að hugsa að stoppa núna með þessa fínu glærukynningu og prófa aðeins Google Docs og ég bara bið ykkur að þetta er bara tilraun, ég ætla að fara inn í skjal og breyta því í public og biðja ykkur að fylla inn í en þið takið viljan fyrir verkið ef þetta fer allt í sleik. Hérna eru einhverjar spurningar, er ekki hægt sem kennar að vinna heima ef þetta er frítt eingöngu í skólanum? Þetta er ekkert eingöngu í skólanum. Þetta er frítt eingöngu fyrir skóla. En kerfið er allstaðar. Og að stilla yfir á íslensku, ég gæti sýnt það, já. En það kemur, sko ég stilli það sem kerfisstjóri og það er á íslensku fyrir alla. Bara þegar ég stofna notanda þá er allt á íslensku sem að yfir höfuð er búið að þýða. En núna langar mig til þess að stoppa hérna aðeins þetta og gera hérna smá tilraun. Svona. Sjáu þið skjáinn hjá mér? Já, ljómandi. Herru, það var verið að segja að ég þurfti að lækka í mikrofónum mínum, heyrist ennþá í mér, er þetta betra? Ég heyri ágætlega í. Já, ljómandi. Herru, það var verið að segja að ég þurfti að lækka í mikrofónum mínum, heyrist ennþá í mér, er þetta betra? Ég heyri ágætlega í þér. Hérna er ég með skjal sem er náttúrulega copy-paste úr Wikipedia sem er með höfuðborgum. Og ég ætla að prófa að taka og gera þetta skjal public, þannig að það sé bara aðgengilegt öllum á netinu og senda ykkur tengil og ég ætla að athuga hvað gerist ef þið hjálpið mér ég ætla bara svona að fara í gegnum þetta. Þetta er semst skjal sem ég einn hef aðgang að núna. Ég ætla að breyta því og ég ætla að gefa ykkur aðgang. Hérna gæti ég ákveðið að ég ætla bara að veita einhverjum ákveðnum nemendum ef að ég ætla bara að bæta hérna Jóni Smára, ég á hann. Þá er hann og ég geta ákveðið hérna hvort að hann eigi geta breytt, gert athugasemdir eða bara skoðað. Ég gæti líka bara sent þetta á bekkinn hans og ég er búinn að búa til hérna grúppu sem heitir bara 2000 @krummi, þá færi þetta alla nemendur í þeim bekk. Ég get líka ef ég er að plokka út ákveðna notendur í þeim bekk, þá er ég öll netföng sem byrja á tölustöfunum, sem sagt 00, og þar koma allir fyrir hérna sem að eru í þeim bekk. Þeir eru reyndar fleiri en ef ég myndi gera 10 í viðbót, þá sé ég til dæmis þá sem byrja á 10. En ég ætla að fara í ítalegt núna og þið sjáu að ég einn hef aðgang og þetta er lokað og ég ætla að breyta því. Smelli hérna og ég get gert þetta þannig að þetta skjal, ef ég færi að googla þá get ég fundið texta sem er í þessu. En núna ætla ég bara að hafa þetta opinbert en þetta er ekki til á leitarvélinni. Þannig að þetta er svona public tengill og þið eru öll að geta unnið í þessu og svo ýti ég bara á vista. Þá er komin tengill til að deila og leyfir breytingar og hver sá sem er með tengilin getur breytt. Ég kópera þetta. Nú hefst tilraunin. Ég ætla að líma þessa slóð inn og fylgjast svo með smellið bara á tengilinn og þá sjáu þið, ef þið eru að horfa á skjáinn hjá mér, að það hrúgast inn einhver dýr hérna uppi og ég ætla að biðja ykkur bara að passa að vera ekki á línu þar sem er litur á fyrir. Þið sjáu hvar bendlarnir eru og þetta eru 2-3 blaðsíður þannig að þið getið En núna er bara alveg á fullu verið að vinna þetta verkefni. Þetta gæti verið til dæmis náttúrufræðaverkefni sem er búið að taka fyrir öll heiti í þeim kafla sem maður þarf að muna og hver nemandi tekur að sér að búa til glósu og skrá til dæmis hvað er grænukorn og þá segir hann stuttlega það. Þannig að þetta sé kannski ekki, en
það alveg típist að ef að þarna, það sem að maður þarf að passa í svona, það að þjálfa þau í að ef þau eru mörg þá mega þau ekki vera öll á sama stað. Og þið sjáu að sumir lenda í smá vandræðum með það, en þetta lagast fljótt. Þetta bara eðlilegt svona í byrjun. En þið sjáu hérna alveg hrúgast inn. Það tekur ekki langan tíma að fylla þetta út. Já, ég þarna að falla á tíma, þannig ég ætla bara að stoppa þetta núna. Þið megið svo sem alveg leikja ykkur í þessu áfram, en þetta sem sagt, þetta svona dæmi hvað hægt að gera í samvinnu í skjölum, Google Docs. Og þetta á líka við í glærukynningu. Þá þetta, ég getur tekið glæruna þetta og þú vinnur þessa glæru. Það í öllum skjölum geta allir unnið saman. En hvar var ég nú staddur? Vildirðu komast aftur í glærurnar þínar? Já, kemst ég ekki bara, já, ert þú til í að henda henni á kannski? Já. Herru, þú þarft að gefa mér leyfi til að... Sharing það ekki? Nei, já, hana. Svona. Hérna, það voru nokkrar spurningar sem ég náði hérna áðan og sérstaklega kannski það var hérna ein í sambandi við einmitt tracking changes vegna þess að mér finnst það jafnvel betra í Google Docs heldur en til dæmis í Office. Já, á ég kannski að sýna það, þá þarf ég að stoppa reynda glæruna. Ég skal bara hoppa yfir í það. Það var spurning, mjög góð spurning. Og ég til dæmis segjum sem svo að kennarar, eða sem sagt, ég sendi inn verkefni sem að já, akkurat hérna spjalli komið upp. En ef að ég að vinna, sko, ég þarna segi, þessi þrír að vinna hópverkefni saman eitthvað. Og ef að, eins og þetta núna, ef það að vinna í Word eða einhverju, ég veit ekkert hver var að vinna, nema ég standi yfir þeim. Ég veit ekkert hver vann mest eða hver vann kannski bara nákvæmlega ekki neitt. Þá get ég farið hérna, og nú ég bara að horfa á þetta hér og þið náttúrulega heitið ekki neitt vegna þess að þið heitið bara hérna nafnlaust broddgöltur og nafnlaust bjór og blettatígur. En ef að þið eru innskráðin í kerfi þá þetta með fullu nafni. Ef ég fer hérna í skrá og skoða breytingaferil, þá get ég skoðað hver breytti hverju. Þetta náttúrulega þegar allir kom inn á sama tíma. Ég þyrfti eiginlega að sýna ykkur á öðru skjali. Ef að ég tek bara hérna þarna Kardamóndaginn, ég held að það hafi verið unnið í samvinnu. Skoða breytingaferil. Þá get ég séð nákvæmlega hver var að vinna hvað. Og þarna reyndar skrifuðu þeir þetta ekki, þeir voru bara kópar af upplýsingar og líma inn í annað, þannig að það voru kannski, en ég get smellt og séð nákvæmlega hvað þeir voru að gera. Og þarna, þeir voru líklega, þá valdi ég ekki rétt, en ég get þarna, og þetta á líka við segjum til dæmis að það voru 3 að vinna og einn ákveður að vera að skemma eitthvað. Þá get ég endurheimt þessa útgáfu, hann þurrkaði allan textan út. Það ekkert flókið að laga það. Ég get líka alltaf valið undo á það. En ég get farið í breytingaferilinn, séð hver var að vinna hvað, hver þurrkaði skjali, það hlýtur að vera sá sem að vann síðast, og þarna endurheimt þá útgáfu. Þannig að það
þetta þessi breytingaferill sem ég var að tala um. Og þetta alveg frá byrjun. Jæja, ertu vilja henda þá glærunum á aftur? Þetta var ritvinnslan. Skyggnurnar, ég ætla nú ekkert að staldra lengi við þar, en þetta bara, já, svona álíka útgáfa, svona sæmilegasta PowerPoint. Og eins og ég nefndi, þá get ég ég geti verið að vinna í glæru eitthvað, og annar getur verið að vinna, þetta sem sagt mjög gott í hópverkefni. Ég þarf ekki að útskýra það kannski nákvæmlega, þetta bara eins og þið voruð að vinna áðan, þetta bara, þarna geta margir verið að vinna að glærukynningum saman. Og kosturinn við þetta líka að ég get sett inn YouTube myndbönd beint inn í kynninguna, þannig að út frá kynningunni þá vídeó og ég get smellt og sett það í full screen. Þannig að það náttúrulega hentar ágætlega, kannski mjög góð skýring á einhverju ef ég sé það á vídeói. Þannig að mér finnst það frábær möguleiki. Svo það töflureiknirinn sem að ég hef einmitt notað, ég ætla aðeins að skjóta þérna. Ég kannski bara skýst inn á meðan að Hans Rúnar frá að það var önnur spurning. Svona maður illa undirbúinn að þessi bók ég hef notað þessa bók með sem sagt verkefnum fyrir töflureikni og mér finnst það virka rosalega vel. Það eina sem að ég þarf að gefa afslátt af kannski smá svona útlitsstillingar. En formúlurnar ég hef aldrei lent inn í vandræðum með það. Hvað segirðu, var einhver spurning? Það var ein spurning sem ég sá áðan sem að ég held að skipti mörgum miklu máli, að það var það hvernig þú stillir á íslensku. Já, eins og ég segi, sko, þetta sjálfkrafa á íslensku fyrir alla sem að ég stofna inn á ég þarf semst að velja að breyta yfir á annað tungumál. En ég ætla að stoppa núna og fara bara yfir í skjáinn minn. Og svo sem, ef ég fer, ég ætla að fara út úr þessu og fer þá hnappur sem heitir stillingar og þar fer ég inn og þar tungumál, breyta tungumál á stillingum og ég vel þá annað tungumál Þetta hefur reyndar breyst síðan ég var síðast að gera þetta en ef það þjóðveri í bekknum þá getur hann sjálfsögðu notað annað tungumál en íslensku. Þannig að þetta bara í Google account Þetta já, sko sjálfgefið þetta íslenska. Já. En ég meina þetta líka eitthvað sem að þið geti breytt eða með Gmail aðgang, að setja hann yfir á íslensku. Og það, ég meina í Docs það að breyta í íslensku og það líka gert í stillingum Þar, ég held að það sé hér. Og þá get ég farið yfir í tungumál, sjáðu. Þetta fyrir tölvupóstinn. Ég vona að þetta sjáist. Já. Þetta bara, hver notandi getur haft það tungumál sem að honum hentar. Herðu, svo var einhver að biðja þig að spyrja hvort þú gætir slegið inn titilinn á bókinni sem þú varst með, fólk sá það ekki. Já. Hún heitir UTN 1036 Kennslubók með verkefni. Frábær bók eftir Jóhanni Geirsdóttur og Ólöfu S. Björn. Hver tekur til að nota hana? Hún nota hana nokkur ár. Hún var gefin út 2008 og hún hefur reynst mig vel í töflureikniverkefni.
einföld og góð. Núna er spurning að fá glærurnar bara upp aftur. Ég á eitt alveg svakalegt verkefni eftir. Handa ykkur. Þarftu að smella þarna á stop sharing? Já, fyrirgefðu, þarna kemur þetta. Þetta var sem sagt, já, töflureiknirinn og hann bara virkar, ég meina með pivot töflur og þarna þegar þetta er komið út í svona advanced Excel, auðvitað er Excel alveg ótrúlegt tæki. En almenna formúlur eins og sum og að margfalda reyti eða svona almenn verkefni sem maður notar í Excel, það gengur mjög vel með Google Drive, í töflureiknunum þar. Svo kemur þetta hérna, það er Google Forms sem ég er rosalega hrifinn af. Mér finnst þetta með skemmtilegri tólum þarna, vannýtt. Og þar kemur næsta verkefni og þá ætla ég einmitt að hoppa enn einu sinni út úr glærunum. Ég ætla að stofna könnun til þess að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Þið græði ekkert á að sjá einhverja glærur af þessu. En tækið er til að afla gagna á skömmum tíma, bara eins og skoðanakannanir eru. Og þær færa allar upplýsingar inn í töflureikni og niðurstöðurnar koma einnig flokkaðar eftir súlum eftir því sem við á. Og það er eins og þið sjáuð á myndinni, þá er þetta bara tekið beint úr könnun sem að nemendur gerðu hjá mér. Og tölvan velur sjálf hvað hentar best, hvort það eru súlur eða kökuritt eða skífuritt. Ég ætla að fara núna og stofna inn á svona netta könnunartíkur. Og ég er hérna og ég ætla að stofna og þá sjáu þið líka í leiðinni, vonandi sjáu þetta vel. En hérna hérna stofna ég skjal, ef ég er inn í möppunni, Drive möppunni, þá get ég stofna möppu og fara að laga til hjá mér sem ekki veit af. Eða farið í skjal. Og þetta er reyndar á íslensku hjá nemendum, ég veit ekki hvort að ég sé búinn að vera. Þetta er hálf slett eitthvað hjá mér. En hérna kemur fyrirbæri sem heitir Google Forms og ég opna það. Þetta er beintengt í töflureikni. Ég byrja á því að taka hakið af vegna þess að ég ætla að spyrja ykkur og þið eru ekki starfsmenn eða nemendur Hrafnagilsskóla. Þannig að nú er þetta bara opið, hún varar mig aðeins við hérna. Og svo ætla ég svo ég þurfi nú ekki að skrifa allt. Og ætla ég að stofna hérna eina könnun og hún heitir bara skilausnir og fyrsta spurning var bara kynjahlutfall. Ég kannast við þetta og svo get ég verið með einhvern hjálpartexta hér. Og þetta er allt á íslensku eins og við sjáum. Og ég get kóperað hérna kóperað þá möguleika sem er í boði, sem eru reyndar bara 2, ég væri fljótur að skrifa þetta. Og ég lími þá bara hérna inn og þeir koma báðir jafnir í svipaðan reyti. Hérna get ég valið svo hvers konar möguleika, hvers konar spurningu þetta er. Ef ég ætla að leyfa hann að skrifa langan texta, þá er þetta efnisgreina texti, krossaspurningar, gátreytir, velja úr lista, þá er þetta svona flettilisti. Og á kvarðanum, við notum það á eftir, og svo er eitthvað svona fleira sem ég get notað. En ég nota þetta bæði til þess að safna upplýsingum til dæmis, ég hef notað þetta þegar ég hef verið að fara í nemendaferðir, þá vil ég kannski fá nafn og símanúmer foreldris og nafn þess og ég vil kannski, vegna þess að símanúmerin er ekki inn í mentor, þá er mjög gott að láta bara nemendur slá þetta beint inn. Þá er bara með á einu skjali
allar þær upplýsingar sem ég tel mig þurfa. Hérna, þetta er áskilin spurning og svo ýti ég bara á lokið. Fyrsta spurning komin. Ég bæti næstu spurningu við. Aldursdreifing. Úps. Eitthvað klikkaði hérna að afrita. Og svo var ég búinn að búa til einhverja aldursdreifingu hérna. Stundum ég aðeins og fljótur að velja. Þetta er komið. Ég get bætt við hérna öðrum kosti við, þá get þið skrifað ef þið er til dæmis eldri en 70. Þetta er áskilin spurning líka. Þá er það svona merktar með rauðu hérna uppi. Svo dunda ég við. Ég hefði að sjálfsögðu geta verið búinn að búa þetta til en ég langaði að leyfa ykkur að sjá hvernig þetta væri ekki fullmótuð afurð. Þetta væri búin til bara svona á staðnum. Hérna get ég valið líka ef þið hakið þetta þá farið þið á einhverja aðra síðu sem fleiri spurningar tengjast en þarna það verður ekki núna. Svo kemur einhver svona mér ég að þykjast vera eitthvað fræðilegur. Það verður áhugavert að sjá. Svo get ég sett í svona hjálpartexta, merkja við öll atriði sem passa. Nú voru líklega allir sofnaðir í þarna herbergi heima hjá sér. Hérna einmitt ætla ég að breyta. Þetta er sko, hérna á að vera hægt að velja fleiri en einn möguleika og þá get ég valið hérna gátureiti. Þá get ég hakað í fleiri. Og hérna ætla ég ekki að hafa þetta áskilið, ráði hvort ég svari þessu. Og ýti svo bara lokið. Eins, bara svona að leyfa ykkur að sjá þessar ítarlegu stillingar. Þá get ég, sem sagt, farið í einhverja gagnaprófa, minnst, þannig að þið verðið að haka í 2 reiti eða mest 3 af öllum þessum eða nákvæmlega 1 sem að vera reyndar hálffáránlegt í þessu. En það er svona hægt að, og svo gæti ég verið með stokkað einhver röð valkosta, þá eru þeir ekki allir alltaf hjá ykkur í þessari röð. Þannig að svolítið mútulegt. Og svo býð til einn svona skala. Á skalanum 1 til 10, hvernig eru hljómgæðin í útsendingunni? Það er náttúrulega, það er svona bara til að sjá svona kvarðaspurningu. Og þá er þarna bara fyrsti liður er skelfilegur. Það var ég búinn að setja hérna. Skelfileg og fullkomin. Og síðan ýti ég bara á lokið. Nú er þetta tilbúið og þarna ég ætla að senda þetta eyðublað, eða réttara sagt sjáðu, þetta eru möguleikarnir fyrir þann sem er að búa til. Ég smelli bara á skoða virt eyðublað og út úr því kemur slóð sem ég kópera hérna. Þetta er sem sagt könnunin hérna. Og ég ætla einmitt að senda ykkur hann núna í spjallinu. Biðja ykkur að svara þessari vísindalegu könnun. Ég ætla að horfa á niðurstöðurnar að koma. Hérna er bara komin Excel-tafla og eftir smástund þá ættu að tikka inn hérna. Það komur, eins og við sjáum, það er strax komin
ansi margir möguleikar. Mörg svör. Ég get líka á meðan skoðað hérna, farið í þarna svör og samantekt á svörum. Og þá er ég að horfa á hérna niðurstöðurnar, alveg verða rosalega flottar. Nú er komin 43 svör. Það var ein spurning áðan. Já. Það var einhver sem spurði hérna hvort að þegar það er búið að búa til spurningu að þú smeltir á lokið, hvort að það sé ennþá hægt að fara þá aftur í spurningu og breytinni. Og ég var búinn að slá inn að það er auðvitað hægt. Sko þó að það sé byrjað að svara könnuninni, þá get ég breytt spurningum, sko. Og fjölga, það bara á ekki við þá sem eru búnir að svara. Og eins og þið sjáið, á mjög skömmum tíma eru 48 búnir að svara þessu, 47 og þarna niðurstöðurnar eru þarna þannig, ef við förum að horfa á þetta. Er ekki allir búnir að svara nokkuð með þeim? Jú. Ekki alveg. Þá er sem sagt kynjahlutfallið mjög ójafnt, 5 karlar hérna. Aldursdreifingin er þarna, ég meina það eru flestir á aldrinum 41 til 50 ára. Flestir á höfuðborgarsvæðinu, næst flestir á Norðurlandi eystra. Og svo er sem sagt hlutföllin hér og á skalanum 1 til 10 hvernig eru hljómgæðin og þau eru bara virðast vera ágætt. Flestir eru sáttir að setja í efstu 2. Eða nei, já, fyrirgefið þið. Þarna klikkaði ég, sjáu þið, á 1 til 10 en ég valdi bara 5. Þannig að sjálfsögðu átti ég að velja hérna 10. En þetta breytir ekki, niðurstöðurnar eru það sömu. Textinn var vitlaus. Það virðist vera... Ég finnst þetta mjög skemmtilegt. Það virðist vera hérna að það virðist vera ekki hægt að smella á slóðina í iPad. Ég veit ekki... Já, að slóðin sé ekki virkt í þá Adobe Connect. Já, ég hef ekki prófað þetta á iPad. Þannig að... Það er hægt að svara könnunni ef ég hefði sendt í tölvupósti og hann fengi slóðina þannig. Þá getur þú svarað í farsíma eða iPad. En nú er líklega bara Adobe Connect að stríða okkur í iPad. En ég get bent ykkur á að þegar þið skráðuð ykkur í Samspil að þá var það Google Form sem þið skráðuð ykkur í. Já, Við erum skráningarform. í því að reyna að nota opnum lausnirnar í öllu sem við gerum. Akkurat. Það eru þarna... Er ég að synda á tíma? Er þetta allt til að? Eins lengi og fólk vill halda áfram að það væri kannski ráð ef við getum reynt að hraða okkur svolítið í gegnum þetta núna. Við erum komin yfir klukkutíman. Já, akkurat. En hérna... Ég hafði náttúrulega með síma líka bara á mjög, þarna, fyrst ég er komin hérna, ég ætla bara að geyma glærurnar, það eru hvort eða ekkert merkilega glærur eftir. Ég get líka sett þar inn, en mér langaði líka að sýna ykkur bara að stofna Google Sites. Það er þarna, Google Sites er þarna heimasíðu, þá get ég stofnað heimasíðu í gegnum þetta kerfi og það eru margir kostir við þann möguleika. Einn möguleikin er til dæmis að ég ræð hvort að síðurnar náu út fyrir skólan eða ekki. Þannig að ef ég er mjög feiminn nemandi og langar að læra að búa til heimasíðu, en ég hef engan áhuga á að deila henni með öðrum, þá get ég það alveg. Það er mjög góður kostur. En ég ætla að stofna núna site. Reyndar er það ekki inn í þessu hérna, en ég skrifa það bara. Þá fer ég hérna í nýjan glugga.
það er hægt að gera mjög skemmtileg verkefni í þarna með heimasíðugerð. Ég get gert heimasíðu í tengsli við náttúrufræði eða landafræði eða samfélagsfræði bara yfir höfuð. Og það geta margir unnið í þessum heimasíðum saman. Þannig að þó að ég stofna eina heimasíðu get ég deilt með öðrum og við vinnum bara saman að þessari heimasíðu. Stúlkur á miðstigi eru sérstaklega hrifnar af þeim möguleika, bara svona svo af minni reynslu í heimasíðugerð hérna í skólanum. Þeim finnst gaman að gera kannski svona, bara svona vegna þess að það geta búið til margar, að bara búið til eina heimasíðu sem er með myndum af hvolpum eða kettlingum og það er alveg hrúga inn myndum og skemmtileg efni. En nú er ég komin inn í slóparinn slóðina sites.google.com og ég smelli hérna á Create, ég ætla að stofna nýja heimasíðu. Þetta gæti verið portfóljó síðan mín og þarna bara ferilmappa. Þá kemur í viðbót við slóðina býr hún til heiti sem að ég geti reynt að stjórna, nema það með ekki vera íslenski stafir hér vegna þess að þetta er slóð. Svo vel ég þema og vel eitthvað hérna sem eitthvað bara, Schoolhouse og smelli svo á Create. Þá er ég búinn að stofna heimasíðu. Ok, ég var víst búinn að búa til, hérna kom villa og það er ég var líklega búinn að búa til eina ferilmappu. Ég geri það bara ferilmappa bandstrik hans. Þá er ég loksins komið með heimasíðu. Ég ætla bara að hafa þetta sem svona bloggsíða þannig að ég geti smellt og sett inn alltaf nýja frétt eða nýtt og nýtt efni á forsíðunni. Ég ætla ekki svo kannski fer ég og gerir fleiri síður hérna niður með. Ég fer þá bara að breyti akkurat þessari síðu. Breyti til dæmis hérna home í forsíða. Síðan ætla ég að breyta stillingunum þannig að þetta sé ekki stök síða heldur svokallaða svona blogg. Þá smelli ég hérna fyrir Page Settings og hérna get ég valið til dæmis einhverja möguleika en það náttúrulega eru endalausi möguleikar í þessu þannig ég ætla ekki að sýna ykkur það. Þegar beint hérna þetta er sem sagt vefsíða, stök síða og ég breyti þessu í eitthvað sem heitir Announcements. Og smelli svo á Change. Við það, þá get ég farið að setja hérna nýjar færslur. Og ef ég set inn einhverja færslu, og svo kemur einhver texti hérna og ég get sett inn myndir hérna, tengla og fullt af efni. Ef ég á eitthvað inn á Drive, þá get ég sett það hérna, glærukynninguna mína, til dæmis. Og ég get sett, og YouTube, set bara tengilinn á YouTube, en þið séu að það er fullt hægt að setja sem fyrir og svo hægt að sækja sem meira ef þetta er ekki nóg. Og þarna, ég get bæði ef ég smelli á Image, þá get ég sótt beint úr tölvunni eða bara mynd af slóð. Svo þegar ég er búinn að setja inn einhvern texta hérna, þá ít ég bara á Save. Þá er færslan komin hingað inn. Og ég get farið að setja nýja færslu á forsíðunni. Það er svona til að sýna ykkur á mjög einfaldan hátt að ég get alveg notað Google Sites sem ferilmappu á einfaldan hátt. Já, ferilmappu. Ég ætla að staldra lengur við þetta. Þetta er sem sagt heimasíðugerð 101 í Google Sites. Það var ein svolítið góð spurning hérna frá Moodle manninum, honum hérna Ágúst Tómasinni, að hann spyr hversu öflugt er Google Classroom?
Já, ég get náttúrulega stofnað stofu fyrir ykkur ef þið viljið. Náttúrulega, menn fara hvort þeir eða þeir hafa ekki tíma. En sko, mér finnst að í augnablikinu það svolítið takmarkað. En þetta frábært fyrir þá sem að vilja bara senda verkefni og nemendur að fylla út verkefnið. Ég svo bara skila þér verkefnið inn, ég gef þeim einkunn og sem sagt, þetta flott í þannig. Á ég ekki bara að stofna, ég meina, erum við nokkuð stressuð? Ég skal bara stofna eitt bekk. Og eitt verkefni. Fara og við bara höldum áfram. Já. Ég geti séð upptökuna seinna. Já, akkurat. Ég smelli þá núna á hnappinn hér. Það er svona punktahnappur. Þar fer ég og ýti á meira og fer í Classroom. Hérna erum við 3 bekki og ef ég ætla að bæta bekk við þá smelli ég bara hérna plus, create class. Og þetta er bara 7. bekkur. Þetta er á mörgu leyti takmarkað en þetta er líka skemmtilegt ekki. Ég get náttúrulega sett announcements, bara svona færslur sem að rúlla hérna, safnast svona upp hérna niður. Ég þarf að bjóða nemendum inn og það ger ég annarkvort með því að senda þeim bara svona kóða. Langeinfaldast er bara að smella hérna invite vegna þess að þeir eru allir inn í kerfinu. Og þá myndi ég bara gera hérna 00, ef þetta er 7. bekkur þá er þetta 02. Þarna eru allir í 7. bekk. Ég smelli bara á Select All og ýti á Invite. Þá eru þeir sem sagt bara komnir inn í bekkin, geta fá tölvupóst og sem sagt þeir þarna geta bara hafist handa, eða sem sagt skráð sig inn á sem nemendur. Svo ef ég ætla að stofna verkefni, þá smelli ég hérna á Assignment. Skrifa hérna til raun. Og ég ætla að senda þeim skjal, ég var búinn að búa til spurningar eða verkefnahefti sem ég ætla bara að biðja þeim að fylla út. Og ef það er þetta hérna, Þórsarum fyrirlestur, eða jafnvel höfuðborgir Evrópu, þið kannist við það, smelli hérna á Add, þá fæ ég valmöguleika. Hérna getur hann bara skoðað skjalið og þá á hann kannski að búa eitthvað til sjálfur. Hann getur breytt skjalinu, en það er náttúrulega ekki gott vegna þess að það er allir að breyta þessu eina skjali. Það gæti verið sko fyllið út í, en það myndi líklega enda á því að það væru 2-3 sem myndu gera allt. Svo er þriðji möguleiki, make a copy for each student. Það er alveg magnaður möguleiki. Vegna þess að leið og ég er búinn að ýta hérna á Assign, þá eru allir búin að fá tölvupóst og með aðgang af sínum skjölum. Ég sé hverjir eru búnir og hverjir ekki. Það náttúrulega er engin nemandi inni, þannig að það er 0 á báðu. Og ef ég smelli hérna höfuðborgir Evrópu, ég ætla að sýna hérna. Ef ég fer inn í drifið mitt, þá ætti að vera komið hérna í þá sem sagt, það kemur leið og þarna fólk fyrir að skila inn. Já, hérna er þetta. Hérna er bara búin til mappa og þarna hrúast inn sem sagt skjöl nemendana þegar þeir smella, það verður svona lítill blár hnappur hjá þeim og þeir smella á turn in og þá sem sagt skila þeir af sér og geta ekki breytt skjalinu lengur þegar þeir eru búin að skila verkefninu. Þá fæ ég skrifaðgang og get gert það sem að mér sýnist, merkt við eða sett athugasemdir. Og þegar ég er búinn að skila svo, þá fá þeir aðgang að skjalinu aftur. En þarna hérna bara hrúast inn skjalið og það myndi heita höfuðborgir Evrópu og svo nafn nemendana. Þannig að þetta kemur bara inn í, já hérna var mappan sem ég var leitað.
Þetta inn á drifinu mínu í Classroom, 7. bekk ensku, verkefni tilraun og svo kæmi Höfuðborg Evrópu Jón Jónsson, Höfuðborg Evrópu Sigrún Margrét og svo framvegis. Þannig að þetta og eins hérna hrúgaðist inn, hérna sæi ég verkefnið, get smellt á það, unnið, gefið einkunn og svo framvegis. Þannig að þetta lítið tæki og ég hlakka til að sjá hvað Google ætlar að gera í þessu meira. Þetta byrjaði bara í haust og en það verður gaman að sjá hvað verður úr þessu. En þetta sem sagt Google Classroom, hvernig það lítur út. Það ein spurning hérna frá henni Elísbetu Valdimars í Stykkishólmi. Hún segir, kerfisstjórinn okkar segir að þeir sem hafa sett upp Google Classroom hafi lent í einhverjum vandræðum með heimasíðu skólana og hvort einhver kannist við það. Ég kannast ekki við það, sko. Og það væri gaman að sjá hvers konar villa það væri eða hvaða vandamál kæmi upp. En þetta óháð heimasíðu skólana vegna þess að þetta ég meina, þið sjáu að þetta náttúrulega ekkert slóð skólana, sko. Þetta óháð skólanum sjálfum. Ég get reyndar breytt í mail.krummi.is eða postur.krummi og svoleiðis. En þá þarf ég að eiga samskipti við þjónustuaðila heimasíðu skólans. Það ekkert, sko, ekkert sem að tengist þessu. Það eina sem að mér gæti dottið í hug með þetta að þegar ég staðfesti það að skólinn eigi þetta lén, þá þarf ég kannski að setja inn eina skrá þarna sem sagt inn á heimasíðun, bara svona til þess að sýna að ég á þessa heimasíðu, ég get sett inn þetta skjal. Ágúst spyr, hef ég skoðað Office 365? Sko, sjálfur heima hjá mér ég með Office 365. Mér finnst það frábært, þetta flott. En ég hef ekki kynnt mér það mjög mikið fyrir skólann sjálfan. Ég bara svo upptekinn við Google Apps í augnablikinu að ég hef ekki, sko, ég hef eiginlega ekki tíma til þess. Og við myndum aldrei fara mjög langt í því. En ég myndi gjarnan vilja fá Office 365 sem bara frábæran Office pakka inn í skólan. En ég væri þá bara að fara hálfa leið. Hérna, ég ætlaði að koma inn á, Ágúst Tómasson spurði einhvern tíma áðan hvernig það ætti að skrá sig fyrir hérna Google Apps for Education. Hann fann út úr því, en það væri kannski allt í lagi að þú gætir svona aðeins sagt eitthvað það. Hvernig farið að því að skrá sig inn í Google Apps for Education? Já, ég ekki með, sjáu þetta hérna hjá mér? Já. Ég googla Google Apps for Education og það hérna bara slóð. Þetta kemur bara, já, það lýsið hér. google.com/edu og ég ætla bara að setja þetta inn á slóðina. Og hérna, get Google for your school. Það bara stofna ég sem sagt sæki og þegar ég búinn að því, á IT á söfni, þarna kemur inn að sem sagt, þarna þarf ég að staðfesta það að þetta sé grunnskóli og ég þarf að staðfesta eitthvað smottir í. Þetta tekur ekkert langan tíma samt. Og ég vona, ég ekki örugglega?
Nei, fyrirgefið því. Þetta er slóðin hér. Hérna er þetta, held ég. En þetta er bara Google, maður bara googla sig inn á þetta. You're on your way from transforming the way your student and faculty interact. Afsakið setti vitlaust. En maður kemst þarna inn samt í gegnum þetta. Og væntanlega eitthvað sem að kerfisstjóri skólans myndi gera, ekki satt? Já, í samvinnu skólastjórann. Já, Og þarna, já. sem sagt, og hérna er institution website og ég þarf að setja inn, þetta er svona ferli og þeir eru búin að þessu og þeir eru búin að fá, sem sagt, að þetta sé staðfest að þetta virki, þá bætist við, þú veist að, sem sagt, þá þarf maður að semja við internetveituna eða þjónustuaðilann að sem sagt, ef að kemur tölvupóstur @krummi.is eða hvað sem það er, að hann eigi að fara upp til Google en ekki inn til þeirra. Já. Það er bara, maður fær bara copy-paste svona stillingar sem maður sendir í tölvupósti. Vinsalast breyti þessum stillingum. Og þetta er svona smá ferli sem maður gerir með kerfisstjóranum og þarna fljótlega getur maður farið að vinna og stofna notendur án þess að maður sé ekki búinn að breyta til dæmis léninu. Ég get líka ákveðið að eins og þegar ég gerði þetta, þá stofnaði ég sem sagt Google Apps fyrir krummi.is en ég notaði það ekki fyrir það netfang vegna þess að starfsfólki var að nota annað þá. Og þegar þetta var orðið virt af öllu leyti nema að vera @krummi, ég get farið að senda pósta, ég get farið að stofna notendur og allt, þá stofnaði ég undirlén sem að hét nemar.krummi.is. Og þá gat ég virkja það vegna þess að það hafði ekki áhrif á sem sagt netföng starfsmanna. Og þá gat ég farið að stofna fyrir nemendur. Að því leyti þá gat ég nota eins og mér sýndist Google Apps fyrir nemendur og það truflaði ekki netföng starfsmanna. Mér finnst þetta samt vera að fara svona hálfa leið. Þetta er þarna, ég meina, og það er flott að byrja á þessu ef maður vilja prófa. En ég mæli eindregið með að það verður bara farin alla leið. Það er svo miklu auðveldara líka fyrir nemendur að þurfa ekki að slá inn netföng. Grunnskólanemendur hafa ekki gaman að því að slá inn @merki og svona. Já, það var einhver sem að spurði það fyrir hvort það væru allir nemendur hjá okkur með Google tölvupóstfeng. Það eru allir nemendur frá 5. bekk. Og ég hef hugsað mér að fara með hann niður í 4. bekk. Ég svona, niður í 5. bekk svona, þá er þetta svona orðið svona miðstigstengd verkefni og þar er tölvuritun og svoleiðis. Og þá langar mér líka að setja inn heimasíðugerð og fleira. Það er svona, já, og það er náttúrulega leið og þau fá þá tölvupóstfanga, þá eru þau bara komið með sitt Google Apps svæði og eru með öll þessi tól sem að þú kýst í rauninni að gefa aðgang að. Já. Og Ágúst spyr, mælið þú ekki með að fara alla leið með nemendur og starfsfólk? Ég mæli eindregið með því að skólar sæki þetta og fari inn í þetta og prófi sig. Þú getur skráð þig þá inn með netfanginu þó þú sért ekki byrjar að fá tölvupóstinn inn í kerfið. Þú getur séð þetta, þú getur prófað Drive og það getur allir loggað sig inn og fara að deila svona innanborðs. En það má alveg fyrkt á prófa. Þegar þeir eru búin að sýna og sannfara starfsfólkið, þá er gott að fara alla leið. En það er alveg að sækjum þetta, það er ekki hættulegt, sko. En leið og þið farið kannski að biðja að tölvupósturinn fara að berast þarna inn, þá þurfa hlutirnir svona aðeins að fara að ganga þarna. Þannig að allir geta skráð sig inn og prófa og séð kerfið áður en að tölvupósturinn fer að flæða þarna inn. Herðu, og Hjálmar Bogi, hann spurði hver er munurinn á því sem er þegar frítt fyrir einstaklinga og viðbótinni fyrir skóla. Og það er náttúrulega í mörgu af því sem þú ert búin að sýna okkur. Já, með hvað segirðu? Hvað er
öðruvísi með sem sagt frían aðgang eða sem sagt frítt Gmail Gmail þjónustu fyrir einstaklinga og þessari viðbót sem er fyrir skóla. Já, sko, ég get gert allt sem ég er búinn að sýna ykkur þarna í gegnum Gmail netfangið mitt, sem þá, nema þá Classroom. En þarna, ég get ekki, sko, það eina sem er, sem sagt, ef ég fer í Google Apps, þá hef ég þetta utan um það. Nemendur gleyma lykilorðinu sínu, ég get lagað það. Það kemur nýr nemandi inn. Ég þarf ekki að segja honum að fara að stofna Gmail-aðgang og hvar á ég vista það netfang. Og ég er með þetta allt hérna. Leið og ég er búinn að stofna nemanda, þá þarna, ég bara svona, ef ég ætla að skrifa einhverjum tölvupóst, þá eru þeir allir þarna inni. Og þarna, þetta er svo rosalega þægilegt. Auðvitað, það er alveg hægt að fara, Norðlingaskóli held ég er með þetta bara með Gmail. En svona, og það er alveg hægt. En svona, þegar maður ætlar að fara að deila skjölum og vinna, þá er miklu auðveldara að fara sem sagt, og vera bara í kerfinu, vera með kerfi utan um þetta. Líka það að ég stjórna þá, sem sagt, þarna, ég stjórna hvað ungir nemendur þurfa að hafa mikinn aðgang. Ég til dæmis er með unglingastigi með aðgang á Google+, en miðstigi er ekki með aðgang á því. Mér finnst það bara óþarfi, sko. Já, það er rétt. Ég get sagt líka fyrir mitt leyti að þar sem að ég hef verið að nota svona Google Apps einmitt þegar ég var við háskólann í Minnesota að þeir tóku þetta upp og það var bara svo þægilegt að allir nemendur og starfsfólk og kennarar deildarinnar voru inn í sama kerfinu og ég gat leitað að einhverjum einstaklingi bara innan Google Mail. Ef ég þurfti að senda tölvupóstfang á einhvern að ég þurfti bara að vita hvað hann heitir og byrjaði að slá það inn og þá kemur upp tölvupóstfangið þeirra. Og eins þetta að búa til hópa fyrir tiltekin námskeið, að þetta verður svo lítill vandi, sko, að þegar allt er svona samtengt inn í sama kerfinu. Sofía, það er engin ástæða til þess að hika við að opna fyrir netfang nemenda. Mér finnst það ekki. Og ég meina, auðvitað þurfa að vera reglur og ég fer skýrt yfir reglur þegar ég byrja að kenna nemendum á þetta. Sérstaklega með sko fíflaskap og að vera að senda leiðinda pósta. Ég hef alveg tekið hér að ég blokka nemendur sem að fara ekki eftir reglum. Og svo ef að vera að vinna verkefni í tölvupósti þá bara opna ég og svo loka ég eftir tíma, í einhvern ákveðin tíma. Leyfi, sko, maður náttúrulega ber ábyrgð á þessu, maður vill ekki að það sé verið að fíflast með þetta. En ég hef einu sinni þurft að gera það. Venjulega gengur þetta rosalega vel, en það er að gera að fara og vera með ákveðna reglur þetta. En ég hef engar áhyggjur af því með nemendur og ég hef ekki lent í vandræði með pósta eða skjöl með nemendur. Þvert á móti, finnst það alveg frábært. Margrét spyr með Akureyraskóla. Ég veit að það eru einhverjir skólar á Akureyri byrjaðir að nota Google Apps og ég kom aðeins að með Oddeyrarskóla. Svona hélt eitt námskeið og svo þurfti ég ekki að meira vegna þess að þau alveg sko, þau fóru langt fram úr okkur hérna í Hrafnagilsskóla. En þarna, ég veit bara ekki með fleiri. Ég efast ekki að það séu einhverju fleiri. En þarna, Hjálmar, viðbótin líkt á server sem heldur allt sem þú gerir og mann þitt og þitt. Þetta ég meina, ef ég myndi hrúga tölvum hérna í skólan og tengdi þær ekki saman í gegnum server, þá væri það ákveðið vesen. Ég get ekki skráð mig inn á þessa eða ég hef ekki mitt svæði. Þannig virkar þetta og fyrst ég nú með skjáin hérna uppi, skal ég bara sýna ykkur. Ég get reyndar bara gert þetta gegnum drifið mitt. Ef ég smelli hérna og fer á
inn á stjórnandann. Þá lítur sem sagt umsjónin svona út og þetta getur hvaða kennari sem verið með aðgang að eða sem sagt, ég meina, ef einhver er tölvuumsjónarmaður þá getur hann auðveldlega séð þetta og það er hægt að aðgangsstýra þessu. Þú getur látið ákveðna kennara hafa aðgang til að breyta lykilorðum og svona. Og svo geta kerfisstjórar fengið kannski meiri réttindi sem þurfa. Svo eru bara allir notendur hér. Hérna er aðgangsstjórnin, sko, by organization. Og við erum með leikskóla þarna inni. Þó að það til miður þá hafa þeir ekki opnað þetta fyrir leikskóla. En ég meina, þetta er bara mjög svona þægilegt kerfi. Þarna get ég líka stofnað aukanetvöng, þú veist, Anna var með Anna G og er líka núna með Anna eða skólastjórinn heitir Hrund og hún er með líka skólastjóra krummi.is. Þessu bara stjórnar maður öll. Þarna get ég séð svona þennan kauða hér. Þegar hann skráði sig inn síðast og hvað hann á mikið á skjölum og hvað pósthólfið hans er stórt. Þannig að, og hérna get ég líka breytt lykilorðum hans. Já, það er enda bara gert, minni mig, hér. Þeir eru hérna fyrir ekki. Bara reset password. Þannig að, já, ætli, það nú ekki bara að vera gott að deyja úr leiðindum hana. En ég vona að þið ég hafi náð að sína hvernig Google Apps virkar. Það er fátt eins leið að heyra endalaust eitthvað nefnt og maður hefur ekki hugmynd hvað það er. En þið hafið þó minnst að kosta sem að hafið ekki notað Google. Þið hafa einhverja hugmynd hvað er inn í þessu og svona hvaða möguleika þetta býður upp á. Og það er gaman að sjá nemendur eru löngu farnir að nota þetta, eins og ég segi, ég byrjaði 2009. 2011 fóru nemendur að vinna, var ég með fullt af verkefni sem Google, eða Drive og apps og þess aftar. En starfsfólki farið að taka við sig núna, það er mjög gaman að sjá það, eftir að við fórum yfir í þetta.